Mál í vísindum. Vísindi eru ekki alltaf auðveld og raunvísindi eru ekki þar undanskilin. Vísindamenn í gegnum tíðina þurfa að gæta sín á alls kyns mistökum því að vísindin eru oft misnotuð, umdeild og þau stendur oft mikill styr. Almennt reyna vísindin að varpa á sér þeirri mynd að þau séu hrottalega heiðarleg. Þau fáist aðeins við að leita sannleikans á eins hlutlausan hátt og mögulegt er. Sagan sýnir þó að þótt hugsjónin hinn hlutlausa vísindamann sé bæði fögur og góð, þá er það einkenni alls vísindastarfs í nútíð og fortíð að almennir kostir og gallar manna hafa mikil áhrif. Meðal kosta má nefna drenglindi, örlæti, hjálpsemi, frumkvæði og forvitni og rannsóknaranda, en á meðal galla má nefna græðgi, grimmd, hatur og heimsku. Nú ætlum við að tæpa á nokkrum álitamálum sem tengjast vísindum frá upphafi til okkar daga. Mörg málanna sem við fjöllum eru ennþá að verulegu leyti óleyst og fylgja okkur inn í framtíðina til frekari úrlausnar. Fyrst ætlum við að ræða vísindi peningana vegna. Líklega hefur aldrei verið uppi magnaðari vísindamaður en Isaac Newton. Afrek hans á vísindasviðinu voru stórkostleg. Hann olli byltingu í vísindalegri hugsun og áhrif hans gætir enn í dag í grundvallar eðlisfræði. Það var ekki fyrr en löngu eftir dauðans að í ljós kom að sú mynd sem gefin hafði verið af honum var stórkostlega fegruð. Ekki aðeins hafði hann komið sérstaklega illa fram við óvini sína og meðal annars látið brenna eina málverki sem til var af öðrum vísindamanni sem hann hataði, heldur hafði hann eytt mikilli orku og tíma í að reyna að rannsaka alls kyns kukl og vitleysu. Hann skrifaði langa texta guðspeki og gullgerð og reyndi ítrekað að finna leið til að verða ríkur á því að búa til eðalmálma og ódýrum efnum. Nokkuð sem yfirleitt haft til marks þann tíma sem ríkti áður en vísindin komið til sögunar. En Newton var svo sannarlega ekki einn. Henning Brandt, sem á myndinni, uppgötvaði til dæmis fosfór fyrir tilviljun þegar hann var að reyna að búa til gull úr hlandi. Það er nefnilega svo að vísindamenn hafa alltaf átt í dálítið vafasömu sambandi við peninga. Í dag eru peningar og vísindi enn álitamál. Hættan er nefnilega svo að vísindin sinni þeim sviðum miklu betur sem gefi gróðavon og hafi lítinn áhuga á þeim sviðum sem ekki er hægt að breyta í fjárhagslegan gróða. Hreinar rannsóknir, til dæmis í stærðfræðilegum vísindum, stjörnufræði og fleiru, eiga á tímabilum verulega undir högg að sækja, á meðan slegist sumar uppgötvanir í læknisfræði, líffræði og efnafræði. Almennt séð þarf áhugi vísindamanna og vísindafyrirtækja á peningum ekki að vera neitt vandamál, en þetta skapar ýmis álitamál. Þannig telja sumir að heilbrigðiskerfi margra landa séu hugsuð á rangan hátt og út frá hagsmunum þeirra sem græða mesta peninga. Vitað er að mjög margir sjúkdómar á Vesturlöndum eru svokallaðir lífsstílssjúkdómar. Má það nefna hjartveiki vegna ofþyngdar, háþrýsting vegna lélegra næringar, hreyfingarleysis eða ofþyngdar, áunnin sykursýki af sömu ástæðum. Þeim fjölgar sífellt sem hafa þessa sjúkdóma og margir eru sjúklingar áratugum saman. Það sem hefði hugsanlega dregið til dauða fyrir fáum áratugum er nú oft meðhöndlalegt með lyfjum eða aðgerðum. Þannig er ekki óalgengt að hægt sé að bjarga hjartasjúklingum, jafnvel oftar en einu sinni með aðgerðum á æðunum sem að liggja utan á hjartanu. En þetta vekur að sjálfsögðu spurningar. Ein helsta spurningin er þessi: af hverju fer ekki miklu meiri orka læknavísindanna í að fyrirbyggja fólk verði veikt í staðinn fyrir að halda þau á lífi eftir að verði veikt? Margt af þessu veika fólki þarf að taka lyf, dýrlyf, árum eða áratugum saman, lyf sem kosta milljónir eða milljónatugi þegar upp er staðið. Það er auðvitað alveg ljóst að lyfjafyrirtæki reyna að selja þessi lyf og skapa þá ímynd að lyfin séu hinn rétta lausn við vandanum, sem þau auðvitað eru upp að vissu marki, en hefur pælt í því hvað þú eða fólki í kringu þau gerir þegar þið fáið hausverk. Hversu margir ætli taki verkjatöflu og hversu margir ætli fari út í göngutúr og anda sér fersku lofti, sem í flestum tilfellum er alveg jafn áhrifaríkt og auðvitað á flestan hátt hollara. Fyrsta álitamáli er sem sagt þetta: getur verið að vísindaheiminum velji stundum verri lausnin á vandamálum vegna þess að verri lausnin er líklegri til að skila peningum. Tengt þessu má nefna fyrirbæri sem hefur farið vaxandi síðustu ár. Á krepputímum og eftir krepputíma er lögð mikil áhersla á öll tæki, tól og hlutir séu hannaðir þannig að þeir endist vel og það sé auðvelt að gera við þá. Verkfræðingar og vöruhönnuðir reyndu áður fyrr eftir fremsta megni að hanna sterka öfluga hluti sem auðvelt var að laga ef þeir biluðu.
Þá voru framleiddir ódýrir varahlutir sem að auðvelt var að setja í tækin. Og ef þið farið í heimsókn til einhverja ömmu og afa eða eldri ættingi ykkar, þá er ekki ólíklegt að þið finnið þar hluti sem þau eru búin að eiga áratugum jafnvel saman. Jafnvel flóknir hlutir. Í dag telja sumir að tækniþróunin sé öðruvísi. Nú séu tækni oft ekki hönnuð til að endast vel og lengi, heldur séu þau beinlínis hönnuð með það að markmiði að þau úreldist eða skemmist á tiltölulega stuttum tíma, sem verði þá til þess að kaupa verið nýtt tæki með tilheyrandi kostnaði. Sumir telja að ákveðin fyrirtæki breyti jafnvel smáatriðum eins og lögun millistykja eða hleðslutækja til að hindra hægt sé að nýta eldri tæki áfram. Að einhverju leyti má rekja styttri endingatíma tækja í dag til þess að tækin þróast á miklum hraða og þá er auðvitað eðlilegt að þau úreldist hraðar en áður. Og eins náttúrulega er mikil áhersla núna á ódýrari tæki og ódýrari vörur, en það er engu að síður álitamál hvort rétt sé af þeim sem hannar tæki eða vöru að hanna það þannig að hún hendi ekki hagsmunum kaupandan sem best, heldur verði til þess að skapa kaupandanum kostnað sem auðveldlega hefur hægt að komast hjá. Vísindin eru aldrei hlutlaus og oft má satt kyrrt liggja. Öll vísindi glíma við það viðfangsefni að velja viðfangsefni sín vel. Það er ekki nóg að segja að niðurstaða manns sé sönn ef fyrirsjáanlegt hún hafi slæm áhrif. Þessi samfélagslegu áhrif eru gríðarlegt álitamál í vísindum og næstum öll vísindi verða fyrir miklum og róttækum áhrifum af tíðarandanum og stemningunni í samfélaginu og það má nefna ótal dæmi um þetta. Hvernig myndirðu aka bíl ef það stæði hnífur upp úr miðju stýrinu og þú værir ekki í öryggisbelti? Væntanlega myndirðu keyra mjög varlega. Ég hugsa að bílar myndu liðast lúshægt göturnar og árekstrar og slys verða næstu í úr sögunni, fyrir utan kannski einn og einn glanna eða gleymin einstakling. Nokkrar vísindarannsóknir benda til þess að tilfinning fólks fyrir hættu hafi mikil áhrif á athafnir þess og aksturslag. Þannig taldi prófessor einn sig hafa sýnt fram á að við að innleiða skyldu á að nota öryggisbelti þá hafi árangurinn næstum ekki orðið neinn, því að fólk sem ækir bíl með loftpúða öryggisbelti upplifir sig svo öruggt að það keyrir bæði hraðar en áður og tekur meiri áhættu. Þessi breytta hegðun hefur síðan þau áhrif að slys verða alveg jafn alvarlega áður eða svo gott sem. Ef þessi vísindamaður birtir niðurstöður sínar og gerir þær opinbera þá er hann í nokkru vanda. Flestir fjölmiðlar myndu líklega láta nægja að segja að öryggisbelti gerir umferðina ekki öruggari. Og öllum tölfræði útskýringum eða flóknum útskýringum yrði bara sleppt. Og í framhaldinu svo sem þá má búast við því einhverjum myndu andmæla og svona, en jafnvel þó að vísindamaður hafi rétt fyrir sér, þá tekur hann ákveðna áhættu með að setja þessar upplýsingar þarna út, því að einhverjir gætu hugsað sem svo að þetta sanni að öryggisbelti sé ekkert nauðsynleg og aki á þess að nota þau. En nú er umferðin allt öðruvísi, umferðarhraðinn miklu meiri, þannig að þessir einstaklingar sem að færu eftir þessu, þeir væri í stór hættu í umferðinni. Og það er auðvitað ekki vísindamannum að kenna, þótt einhverjir grípi eitthvað á lofti úr niðurstöðum hans, en vísindamenn upplifa alltaf svona samfélagslegan þrýsting og þetta getur skapað álitamál á það hvernig og hvort vísindamenn opinbera niðurstöður sínar. Þeir þurfa alltaf að meta rannsóknir sínar út frá samfélagslegum áhrifum og það getur bæði verið til góðs og ills. Lengi trúðum hvítir menn því að þeir væru einhvern hátt betri eða þroskaðri heldur en aðrir kynþættir og sama hugmynd var reyndar uppi sums staðar í Asíu sem töldu þá að asíski kynstofninn væri æðri. Kóngafólk í Evrópu var svo hugfangið af yfirburðum sínum að það taldi það skyldu sína fjölga aðeins fólki með konungleg gen sem síðan leiddi til þess að meira og minna allt kóngafólk í Evrópu er náskylt sem á undarlegan hátt stuðlaði kannski að friði í álfunni en raunin var auðvitað svo að það er engin einstakur kynstofn, hvað þá einhverja ættir sem hafa slíka yfirburði á aðra að það réttlæti slíka verndun eða hreinræktun, en það fór svo að tíðni fæðingagalla og vansköpunar fór upp úr öllu valdi hjá kóngafólkinu því almenna reglan er svo að blöndun gerir kynþáttum ekkert nema gott. Yfirburðahugmyndir eru þó oft grunnt undir yfirborðinu og þegar hann helst í hendur við grundvallar misskilning í erfðafræði þá er niðurstaðan bæði stundum kjánaleg og sorgleg.
og þegar nasisminn var að ná fótfestu í Þýskalandi á síðustu öld, voru margir Þjóðverjar svo sannfærðir yfirburði sína að þeir gengu út frá þeim sem gefnum og stunduðu alls konar rannsóknir sem þeir töldu vísindalegar í því skyni að finna út hvaða væri sem gerði það svona frábæra. Læknar og aðrir fóru koppagrundir með mælitæki og tól og skráðu hjá sér nefstærðir, höfuðlag, háralit og fleira í því skyni að kortleggja hina þýsku yfirburði. Grein af svipuðu meiði var höfuðlagsfræðin, en sumir töldu í fullri alvöru að hægt væri að horfa á lögun hauskúpunnar og finna þar með út bæði gáfnafar og persónuleika, og gott ef ekki var hægt að sjá á hauskúpunni hvort menn væru líklegir til að fremja glæpi. Og þetta var ekki bara í Þýskalandi, heldur var þetta víða hinn vestræna heim, álitinn sannleikur. Og það auðvitað skemmst frá því að segja að þetta allt tóm þvæla. En þetta raunverulegt álitamál í vísindum í dag. Fyrir tiltölulega fáum árum stóð yfir bardagi svokallaðar kenningar vitsmunalega hönnun alheimsins. Þá höfðu ýmsir kristni bókstafstrúarmenn eytt árum í að útbúa kenningu sem þeir töldu svo vísindalega að hún útskýrði jarðsöguna og líffræðina jafnvel og þróunarkenning Darwins, og færð voru sífellt flóknari rök fyrir því að það geti bara vel verið að Guð hefði skapað manninn og að heimurinn væri bara ungur, og þetta gekk svo langt að samt að voru kennslubækur fyrir börn og unglinga sem gengu út frá þessum kenningum, og skólayfirvöld í sumum smábæjum í Bandaríkjunum fóru að beita sig við því að báðar kenningar væru kenndar. Það hin almennt viðurkennda kenning og kenningin að heimurinn hafi verið skapaður af Guði. Í Kentucky í Bandaríkjunum safn sem sýna á hvernig sköpunarsaga Biblíunnar passar við vísbendingar sem vísindin hafa aflað aldur, jarðar og þróun lífs, og þessi mynd af því safni. Málið rataði að endingu fyrir dómstóla sem úrskurðuðu að nýja kenningin ætti ekkert skylt við vísindi. En það breyti því ekki að margar kenningar fljóta út allt sem líta út fyrir að byggja á vísindum en gera það ekki. Og sérstaklega mikið það á sviðum, þar sem mikið ótta eða óánægju fólks. Þannig má finna ótal fullyrðingar áhrifamátt óhefðbundinna lækninga eða lyfja sem eiga sér engar rót í öðru en óskhyggju eða fullyrðingum út í loftið. Það meira að segja til skólar og sumir háskólar sem kenna fræði sem ekki byggja á neinu vísindalegum grunni, eins og kenningin að hægt sé að lækna sjúkdóma með vatnshúðuðum sykurtöflum. Óhefðbundnar lækningar minna okkur á enn eitt svið álitamála í vísindum, náskylt því sem við ræddum í upphafi. Við vitum oft hægt að lækna hausverk með því einu að fara út í göngutúr. Það ótrúlega að stundum hægt að lækna jafnvel alvarlega kvilla með því einu og manneskjan trúi því hún sé að læknast. Alveg eins og lítil börn virðast oft ná undraverðum bata við það að mamma eða pabbi kissa á báttið. Þá getur jafnvel sárþjáð fólk ná bata við það eitt að taka töflu, sem það heldur að sé lyf en það ekki. Þetta margsannað og reynt í rannsóknum víða heim. Þetta kallast lyfleysuáhrif og þau eru nokkuð merkileg. Þau eru til dæmis sterkar ef taflan stærri, þau eru líka sterkar ef taflan rauð en ekki hvít. Lyfleysuáhrif tryggja það verður alltaf til fólk sem getur sagt með fullkomlega hreinni samvisku að það hafi læknast með alls konar óvenjulegum aðferðum. Á Íslandi voru til dæmis gefnar út bækur með sögum fólk sem hafi læknast við það eitt að maður norður í landi sendi til þess draumalækna á nóttunni. Meira og minna öllum meðferðum, líka þeim sem byggja á engum vísindum, fylgja sögur fólk sem lýsa undraverðum árangri, og oft árangurinn raunverulegur, hann byggir bara ekki á því sem fólk heldur. Það vakti fyrir nokkrum árum úlfúð þegar heilsuhæli var opnað á afviknum á Íslandi þar sem fólki var komið til heilsu með alhliða hreinsun líkamans, og vissulega sú trú útbreidd að hægt sé að hreinsa líkamann af alls konar eitri sem safnast upp vegna óhollustu og óheilbrigðis. Oft þetta kallað detox. En þarna á þessum stað var einn hluti meðferðinnar að fólk fékk stólpípur til að hreinsa ristilinn. Þá vatni sprautað upp í rassinn og það svo sogað út aftur með alls konar drullu og skít. Margir læknar brugðust ókvæða við og skrifuðu greinar að það væri ekki einasta arða af vísindum á bakvið þessa meðferð, nokkuð sem aðstandendur meðferðinnar sögðu væri bull og þvæla. En ef við höfum í huga og það sem við fjöllum fyrst, þá fer ekki á milli mála að fólk getur farið á svona hressingarhæli og náð miklum bata. Það þarf ekki nema göngutúra og góða mat í afslöppuð og vinalegu umhverfi ásamt því að stunda meðferð sem fólk sannfært að virki til þess að áhrifin verði mælanleg og greinileg. Blóðþrýstingur getur lækkað sem og blóðsykur, sársauki getur minnkað og líðan öll orðið betri. Þá það álitamálið. Af hverju það ekki bara allt í lagi þá? Til hópur af fólki sem afar vantrúaður á öll vestræn læknavísindi og trúir í staðinn allskyns kenningum samband sálar og líkama og flestar af þessum kenningum eru meira en lítið vafasamar. En ein af afleiðingum þess að fólkið
hugsar á þessum nótum að fólki lifir afar heilbrigðu lífi. Það borðar hollan og góða mat, hreyfir sig mikið, tekur ekki óþarfa lyf, leyfir líkamanum að berjast við smá sýkingar og pestir sem hann meira en fullfær að gera. Og síðan á móti má horfa á fólk sem hreyfir sig lítið, borðar of saltan og feitan mat, treður í sig lyfjum við minnsta tilefni en trúir á vestræna læknavísindi. Það algjörlega óefað frá hlutlausu sjónarhorni að ástand fyrra hópsins miklu betra. Það getur því verið erfitt að halda því fram að hugmyndir þeirra séu einhvern nátt skaðlegar. Með réttu má segja að það sé margt skaðlegra við það hvernig heilsufar á fólki almennt og ef lífstíl þessa fólks grundvallast á misskilningi, þá það greinilega að einhverju leyti gagnlegur misskilningur. Gegn þessu má þó tefla ýmsum rökum. Læknavísindin hafa á flestan hátt löngu sannað sig. Ævilengd miklu lengri en hún var, heilsufar miklu betra, þótt að megi vera ennþá betra. Það búið að ná tökum á allskyns alvarlegum sjúkdómum og útrýma banvænum sóttum og það ekki svo að læknavísindi sjálf mæli með hausverkjapillu í stað göngutúrs. Langflestir læknar eru harðir talsmenn þess að fólk lifi heilbrigðu lífi og þeir gefa sjúklingum slík ráð. Vandinn kannski ekki vísindin heldur menningin. Menning þeirra sem vilja einfaldar og hraðvirkar lausnir vil ekki hafa fyrir heilbrigðinu heldur fara í viðgerð eins og bíll sem bilar eða sjónvarp. Misskilningurinn hefur ekkert með vísinda að gera heldur lífstíl. Og þetta alveg rétt, en þetta eftir sem áður álitamál. Það eru vísindamenn sem búa til allar patentlausninnar, búa til lyfin, búa til meðferðirnar. Það eru líka oftast vísindamenn sem ákveða hvernig þeir eru seldar. Og það meiri áhersla á að selja lyf en að hvetja til göngutúra oft á tíðum. Og þótt heilbrigður lífstíl, jafnvel þó hann stangist á við vísindin geti verið æskilur, þá eru skuggahliðar á því. Dæmi foreldra sem neita börnum sínum meðferðir sem geta bjarga lífið þeirra og eins eru dæmi að fólk neiti að láta bólusetja börnin sín sem allt í lagi meðan það eru bara örfáir en ef það verður of margir þá missir samfélagi vörnina gegn ýmsum banvænum sjúkdómum sem búið að ná niður. Vísindalegur misskilningur getur nefnilega verið skaðlegur eins og hann í sumum tilfellum gagnlegur. Spurningin á endanum hvort ekki sé hægt að viðhalda því gagnlega án misskilningsins. Síðasta álitamáli sem við ætlum að ræða þessu sinni hvar mörkin á milli rannsókna og virðinga fyrir frelsi einstaklinga eiga að liggja. Á síðustu öld töldu margir að kynlíf þroskaheftara væri stórkostlegt vandamál og að tilgangslaust væri að ætlast til þess að slíkt fólk notaði getnaðarvarnir eins og annað fólk. Þroskahamlað fólk var þá skipulega sett í ófrjósemisaðgerðir án þess að fá neinu það að ráða. Slíkt í dag talið óviðunandi. Í ljósi hefur komið að það sem var áður óyfirstíganleg andleg fötlun í mörgum tilfellum ákaflega lítið mál og hægt að gera einstaklingin mjög ábyrgan fyrir eigin lífi. Grunnur þess að sýna viðkomandi þá virðingu að ákveða ekki fyrir hann alla hluti. Verstu dæmi slíks virðingarleysis á seinni tímum ýmsar kjarnorkutilraunir þar sem flest stórveldi jarðar virðast hafa notað hermenn og annað fólk til að sjá áhrif geislunar á mannslíkamann með þeim afleiðingum að margir dóu og veiktust alvarlega. Eins voru rannsóknir nasista og föngum í seinna stríði herfilegar og sársaukafullar og hliðstæð dæmi að finna í raun frá öllum svæðum hnattkringlunnar. Það nefnilega heilmikið álitamáli vísindum upp á hvaða marki megi nota fólk og dýr eða náttúruna sem tilrauna vettvang. Eða hvað vísind og tækni mega kosta í þessu tilliti. Margir eru alfarið á móti tilraunum á dýrum, aðrir benda á þær séu oft eina leiðin til að tryggja að sigur vinnist á mjög alvarlegum sjúkdómum. Sumir eru á móti tækni sem kostar mikil umhverfisspjöll, aðrir benda á að hagsmunum manna sé best borgið ef náttúran nýtt og virkjuð til hagsældar. Hver einasti vísindamaður þarf að taka afstöðu til slíkra mála, oft og mörgum sinnum, og það getur sett vísindamann í mjög flókna aðstöðu